Já, hæ Varsberi. Nú ætla ég að gera spá fyrir þig. Og ég ætla að byrja á því að nota Animal Spirits Oracles. Það var eitt hérna fyrir ykkur. Má opna þetta aðeins. Svona. En ég gat séð hérna hjá ykkur. Þá er bara svona New Start, New Beginning. Og eitthvað kannski líka sambandi við eitthvað samning líka. Gæti verið líka eins og að fara í samband líka. Eða nýtt samband. Við skulum sjá hvað kemur. Það er allavega eitthvað svona balans og eitthvað sem er eftir að lagast. Fáum eitt fyrir Varsberan hérna. Þið fáið Grissi Beer Power. Þið verðið kannski í eitthvað power mode bara á næstunni. I am indestructible, I honor my intuition and go where it leads. Love and gentleness are my real strength. I never give up, I will succeed. Já, og þetta getur verið einhverja ákvörðunartökur sem þú tekur og þú ert staður á að komast yfir eitthvað. Og það er einn fiskur þarna, það getur verið eitthvað samt við ástina líka, getur verið svona atvinnu, tækifæri eða eitthvað sem svona tilfinningalegt gildi. Og það er bara svona, já, staður á og það er eins og þú þurfir svolítið að treysta svolítið á sjálfa og innsæðið þitt sko. Þau fengu líka hérna High Priestess og þau gætu verið svolítið, Varsberi svolítið svona, já, getur yfirkomið svo margt þegar þið takið ykkur fyrir hendur. Og það er eins og kannski þeir að leita svona af svona réttu tólunum og réttu, fá tækifærið og þið ættu sko að grípa það. Þið verði í eitthvað power líka sko á næstunni. Það er alveg svona þannig. Svo ætla ég að fá eitt af þessu og lesa úr þessu. Þið fáið hérna númer 48, Ching. 48 getur verið ykkar englanúmer. Það er að lesa því. Það segir brunnurinn. Myndin sem dregin er upp úr seglinu er á brunni sem er sökkt í tréfutu. Þangað sækja menn sér næringu. Í Kína til forna var brunnurinn táknis hefðbundna sögulega dýpi sem menn sótti sér fróðleiki. Brunnur er einnig táknins eilífs uppspretta mannsins. Og það er kannski svolítið eins og björninn, að þið er svolítið í tilfinningu ykkar og þið svona, þið takið eitthvað fyrir hendur og þá gerið þið það. En það er eins og kannski hafið vantar svolítið svona meira svona spark í rassinn eða eitthvað. En það er bara eins og þið eru svolítið og kannski búin að vera að upplefa líka núna undanfari rosalega svona tilfinningarót, umrót svona og ekki alveg verið svona tengd sjálfan eitthvað tilfinningalega en það er alltaf að koma aftur. Og þeir eru svolítið, Varsberi er svolítið vatn og það eru tilfinningar og þegar ég er svolítið svona að treysta á það. Það er ykkar innsæi og svona þannig. Hvað meira? Já. En það er sem að þið sjáu ekki, það er bara svolítið í byrjun á okkur. Þeir eru að loka okkur kafla, þeir eru búin að loka hurðinni. Þeir eru svona, já, þeir spá bara hvert þeir að fara og hvað að gera.
og gæti verið líka eitthvað samt við að ferðast líka. Gæti verið eitthvað að sé að fara að plana kannski utanlandsferð eða eitthvað sem kemur upp sem ákveður að fara í. En já, við skulum fá hérna meira fyrir vatnsberann, hvað er að sjá að heyra og vita fyrir vatnsberann. Competence is a key to success. Já, Newman og Leo, ljónið hérna. Og þetta hérna, you're very close to achieve your goal. Þetta er alltaf að koma. Það er eins og þau bara svolítið að sleppa tökunum á okkur og leyfa svo að koma til ykkar. Þetta kemur alltaf það svona er hann að anda við hornið eitthvað. Það fá þetta meira eitthvað samt við ástina. Það veit að meira samt við ástina. Ef að sambandi sem þú hefur búin að vera í eða eitthvað hefur verið komið upp á eða eitthvað það er eins og að þið eru eftir að yfirstíga það allt saman sko. Fengu hérna 5 coins og hann var, þetta var öfugt og það segir mér svolítið að þið eru yfirstíga eitthvað erfiðleika í sambandi eða eitthvað og framhaldið verður svolítið það er alveg svolítið þannig Vatnsberi að þið hafið stjórnina meira heldur að þið gera eitthvað grein fyrir. Þetta veltur alltaf á þér, hvað þú gerir. Og það er eitthvað tækifæri og eitthvað hérna sem kemur upp á eitthvað svona óvænt sem að þú ákveður að gera. Gæti verið eitthvað líka sem spilar á hljóðfæri eða eitthvað samt við gítar hérna. Gæti verið svona, já, eitthvað samkoma eða eitthvað. En það er eitthvað sem að það er eins og verður svona upplýst eitthvað. Kannski bara þú sittur í sófanum heima og allt inni farður bara eitthvað svona uppgötvun eitthvað. Með eitthvað. Hvað eigir að gera kannski líka. Svolítið fá hérna líka 1 af þessu. 1 til 2. Fyrir Vatnsberann. Hvað meira fyrir Vatnsberann. Þau kannski finnst þú þurfa svolítið að standa, hefur alltaf þurft að standa svolítið einn eða ein með sjálfu þér. Svona, já, það er svolítið þannig, eða eins og að þú þurfir að treysta meira á sjálfa þig. Þú ert kannski í einhverju svona hjartasorg núna og finnst þú ekkert komast áfram eða svona, það er allavega eitthvað svona ósætti við og það gæti verið svona kannski eins og þú þurfur að bíða eftir einhverju árangri framhaldi en það verður sko. Þau fengu hérna Victory and Success, þetta rætist allt sko og hérna nummer 6 og það getur verið eitthvað tengt júní og eitthvað síðan í febrúar eitthvað og eitthvað svona hringrás
Já, þetta var eiginlega svona eins og eitthvað svona TikTok eitthvað. Svona, en, eða tíminn. Já, og þú ert allavega kannski farin að sjá að eitthvað sem hefur að vera aftur að þú þurftir að þetta veltur alltaf þér hvernig hlutinni fara sko, raun og veru sko. Og svo er þetta lífsins tré þetta líka. Og það er þú. Þú tréð. Skulum fá hérna meira. Þannig er framhaldi hjá vatnsberanum. Það er hérna King of Wands, hrúturljónur og bogamaður. Fjórar sverði. The Wheel. Wheel er svolítið svona divine timing sko, eitthvað líka. Og þeir finnst eins og framför sé ekkert að ganga, það er eins og sé eitthvað svona, kannski eitthvað í kringu þér sem það finnst hefta þig eða eitthvað og svona eitthvað stöðnun á okkur. En svo raun og veru er það ekki sko, þetta er, þú veist, getur verið svona að horfa tilbaka líka. Eitthvað samt hausti líka, það er eins og eitthvað samt hausti, það getur verið eitthvað tengt því að hérna það meira fyrir vatnsberann. Það er hérna samband og ég sá samt eins og það var hérna Deceit, Seven of Swords, svona það hafa verið svona einhver konar sveiki í sambandi eða eitthvað komið upp á. Og þetta eru svona kannski eitthvað varðandi giftingu líka sko. Það já, þið finnst eins og þetta að missa ykkur að það er að koma hérna inn ný byrjun og það er eins og þú þurfir bara svolítið að taka á móti þess að kemur til þín og halda þessu það sem þú hefur hjá þér af því að það er mér finnst eins og að segja líka eins og að fara í námu, skóla eða eitthvað og það er eftir að koma inn svona peningu líka sko. Þetta er eitthvað svona samt heimili líka að gæti verið að fá kannski eitthvað samt heimili og geti að fá okkur íbúð eða að vera að laga eitthvað að vera að gera eitthvað.
Já. Og þetta eitthvað sem getur verið eftir svona eitthvað 2 mánuði eða eitthvað leið sko eða fram í ágúst. Getur verið líka eitthvað ágúst sem að þú sér svona meira svona peninga, lukku og eitthvað leið sko. Getur verið eitthvað tengt hesti líka. Hestur líka svona, já, gerist hratt. Svona góða breyting fram á við en þú þarft svona hafa fyrir því að vinna að þessu. En já, ég sé allan góða breytingar svona framundan varðandi sjálfa þig. Það meira fyrir 16 fyrir Vatnsberann. Það Vatnsberann sjá hér að vita varðandi ástina. Já, það eitthvað svona fyrst þetta að vera eitthvað svona byrði en nú tilbúin að fara fram á við það með kerruna fulla af einhver dóti. Það eins og þurfur að bíða. Það alveg það ekkert að gerast núna og það eitthvað bið varðandi eitthvað. Við finnst kannski við þurfum að vera að bíða eftir einhverju. Kannski bíða eftir einhverju árum, bíða eftir einhverju svona en máli snýst ekki að þú þurfur að vera að bíða eftir einhverju. Þú þarft ekki að bíða eftir neinu. Það eiginlega bara sýna spólum með það þegar þetta kemur allt sko, þegar þetta á að koma inn. Þetta kemur alltaf á þeim rétt tíma sem það þarf að koma inn. Og þið fá inn á 3 Pentacles og sjáu það að vera að vinna saman og það koma svona tréð, þú ert að setja, búa til eitthvað nýtt, getur nýtt verkefni, nýtt eitthvað svona að gerast. Það svona aðri svona með. Og stigið það bara svona hækka upp einhvers staðar. Gæti verið líka eins og meiri peningar að koma inn og meiri stöðuleiki og eitthvað fleiri sko. Og greinlega verið svona svolítið kannski ágætt sambandi það. Og það bara Tower og 2 Cups. Þetta eitthvað sem þú býst ekki við sem kemur inn og í byrjun. Það bara svona ný byrjun með öllu. En það eins og það þurfum að gefa þessu svona tíma og svona sjá hvað verður, hvað kemur inn. Það alveg hellingar að koma inn sko. Það alveg eitthvað svona tvennt sko allavega. Og þú sér að kanínan svolítið með tíman. Finnst eins og vera að missa okkur. En þú ert ekki að missa neinu Vatnsberi. Þetta bara, þarna fyrir hand við hornið, sjáu skipið þarna. Og svo Ace of Wands sko, Ace of Wands svona ný byrjun og þið svolítið svona kannski að reyna að sjá hana fyrir ykkur, þennan mynd, vera að mála ykkur á mynd, svona sjá þetta fyrir ykkur og ykkur finnst eins og þetta sé eitthvað svona erfitt og það svona eins og það kallaði búin að mála skrattan á vegginn en það alveg og þeir eru svona uppgöta líka eitthvað samt við svona
hvað þið að gera varðandi samband líka og hvað þið viljið. Þá veist að svo ég fæ hérna, þetta er svona veldur allt á ykkur hvað þið viljið. En það er eins og að sé hérna sambandina, ef þau eru í sambandi þá er þetta eitthvað sem þau eru eftir að yfirbuga og það er bara, það hefur verið eitthvað svona ómikið af öllu einhverju og sem er gert eitthvað svona bara eins og sjá hérna táurinn hérna að allt í nú var bara hlutin allt öðru heldur en voru bara í gær. Það var svona að koma eitthvað táur eitthvað. Breyttist allt í einu. En þið fenguð svona eitthvað skonar uppgötvun líka á þessu tíma. Svona hvað var þetta að gera og þetta gæti verið bara þið sjálf líka með sjálfan ykkur. Þú veist, þið bara svona bara gefist upp eða eitthvað, eða gert eitthvað. Já. Og eitthvað finnst þetta að vera bara svolítið ósækjart, bara hérna, þau voru búin að vera að vinna, gera eitthvað og eitthvað svona, svo kemur einhver manneskja og kippir bara dúkkunum burtu og bara, veist, og eða þá getur verið bara eins og lífið, veist, bara allt í einu breytist það og eitthvað fleiri sko, en þetta er allt eftir að breytist, það er bara svona smá, svona, gefur sér smá tíma. Þið eru tilbúin að fara í rabbit hole. Bara úi. Og það gæti verið að segja líka að vinna eitthvað svona samt ef eitthvað toxic í lífinu eitthvað líka. Og the devil er hérna. Og það er hérna klukka hérna líka. Það er svolítið tíman. Og þetta er bara Eight of Pentacles. Það er bara, það er vinna og þetta bara tekur tíma og þeir eru svona að setja upp nýtt plan. Það gæti verið líka tengt vinnu sko. Þeir eru að gera nýtt plan og svona eitthvað nýtt verkefni sem þeir eru að setja upp líka. En það er þetta, ef það er ekki sætti, ykkur að koma inn sem að vil laga eitthvað sættast eitthvað, þá er þetta bara algjörlega nýtt samband sko. Það er alveg Page of Cups, það er Knight of Cups og Ace of Pentacles og Ace of Pentacles er nýtt tækifæri og þetta gæti verið bara nýtt tækifæri eða eitthvað sem vil gefa þér eitthvað sem það gæti verið, mér finnst líka að geta tengst eitthvað íbúð, eitthvað líka en það er eitthvað eins og þið fáið svona eitthvað aðstoð sem að, þú veist, þetta kemur til ykkar eitthvað neginn. Og ég ætla að fá eitthvað meira líka. Já, ég ætla að segja að það er fiskurinn er með og það er nautn með steingeit, tvíburi og það er líka hrúturinn og ljónið, bogamaður. Og nautið, já. En já. Það er allavega eitthvað nýtt tækifæri. Það er svona allt svona ný byrjun á einhverju.
Hvað er ég að gera meira? Ég ætla að sjá eitthvað, fá eitthvað þessu líka. Það fáið sunglasses. Kannski búin að vera svolítið mikið svona eitthvað svona gaslightning og þú finnst þú þurft að draga tilbaka svona með eitthvað. Bara ekki nett að horfa á þetta eða eitthvað. Þið fáið hérna clock, það er need time, takes time, in time, cycles, time to heal, process. Það er akkurat það sem bara búið að vera núna í spilunum hjá okkur Vasperi. Outdated thinking, conditioning, replaying events out of your head. Og rosalega mikið búið að vera svona ofhugsun og svona gæti verið varðandi einhvern endur. Sjá þetta koppinn. Það aðeins meira. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving mourning. Eitt viðbót. Svona að sjá bara hvað með restina. Það var bara eitt viðbót. Það var bara að sjá hér á þetta. Og hérna bara Cupid Arrow, have faith, love is coming, surprise, intuition og meeting, hesitation. Það er eitthvað sem að kemur inn. Og mér finnst eins og þetta sé eitthvað sem að kemur sem að þekkir og er að koma inn aftur eða eftir break-up, eftir einhver ósætti eða eitthvað fleiri sko. Og það er það sem ég sé hjá ykkur Vasperi. Ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur. Bye!